Herru, áttar á að það er svona ammælistag í dag einhvern veginn. Í dag? Já, 80 podcastættir. Já, þú segir nokkuð. Já, Þetta er 40. þátturinn að Hillum. Og þú búin 40 þetta fyrrum. Já, flugkasturinn. Já. Já, ok, þetta er magna maður. Þú búin að spjalla heldur mikið, sko. Það er búið að gasa aðeins í hann blessaða mikrofón maður. Já, og nú í þessari viku ætlar að gasa við hann Jóhannes fyrir okkar. Jóhannes Hinriksson, já, hann kemur til okkar á skemmtilegum tímpúti. Hann er að labba frá Ytri Rangá eftir að hafa verið þar í 8 ár staðarhandari og síðum söluna og allt sem því við kemur. Já, og við förum svolítið yfir bara þann feril. Já, Rangáin er svona rauði þráður þó við förum þá víðar og ég þekkti nú Jóhannes ekki áður en að hann kom til okkar en virkilega viðkunnlegu náungi og já, bara fórum yfir allt ferlið sem að kemur Rangánum, hvort það er eystri ytri, allir þessi seiðaframleiðsla og annað og svo náttúrulega kannski klukkuðu aðeins út þar með að ræðans þetta útboð sem að fór fram fyrir það bil ári síðan og vakti þetta athygli. Já, mér varst það bara mjög fróðlegur og skemmtilegur þáttur, sérstaklega pælingar að skakvart seiðunum og öllu því. Þetta er svolítið mikið ferli hjá hann. Já, hann er mjög fróður þetta, eðlilega. Hann er búin að vera þarna alveg síðan 1997. Þannig að það var gaman að spjalla við Jóhannes og fá smá innsýn í Rangárnar. Eitthvað sem að ég kannski, já, við báðir kannski höfum ekki mikið verið að stunda. Nei, ekki kynnt okkur nóg. Það var fræðandi. En við getum okkur bíó í gær. Já, okkur hann Friðjón í veiðiflugu bauð okkur og 240 veiðimönnum og konum á frumsýningu allra síðasta veiðiferðin. Já, þetta er að leiða mikið. Það er alltaf mjög skrítið að fara í bíó með fólki sem hefur allt sama áhugamál og myndin það sama því að maður heyri stundum ekki myndinu fyrir hlátri, sko. Þetta var einhver mesti þéttleiki af prímaloft í okkur sem hefur saman komið á Íslandi. Ég er rosalegur, sko. Ég fyrst sem ég hugsaði það er allir í einhverjum svona mismunandi gráum svörtum svona ruslapokum, finnst mér alltaf. Já, þú kallar þetta ruslapoka. Við prímaloft menn gullum þetta prímaloft. Já. En já, þetta var áhugaverð mynd, svolítið framhald af fyrirmyndinni. Það er svona reitt að gáka fram manni einhver staðar en að vissulega veitir þetta ágætti sýnin í kannski einhverja veiðiferðir. Já, einhverjar, já. Kannski, já, og þessum ferðum fara nú fækkandi. En það er alltaf bara eitthvað svona atriði sem er alltaf smá slegin við í þessum mynd. Já, en bara ég mæli með að þið verða að kíkja á þetta. Farið í bíó og hlæja á óförum þeirra félaga. En Birgir, það er ekki bara, við erum ekki bara í bíó. Það eru líka góði menn sem standa með okkur í gerð þessara þátta, menn og konur. Það eru Eirberg. Já, það er stutt í að við þurfum að milljón lykkjum í eldvatninu. Ég ætla að fara að redda með meira túfti. Við erum að fara að ná okkur í túfti og við erum að fara að ná í þess að silent viftu sem nefndum við síðast þetta. Já, hún er möst. Það er svolítið súrt hérna hjá okkur sem þú maður hnýta. Já, það verður oft ansið súrt hérna hjá okkur í höfuðstöðum Hillsins og þá er gott að vera með svona silent viftu sem er líka svona loftgæða hreinsir ykkur, sko. Svogar döbbið úr loftinu og þannig að við verum ekki orðnir svo pabbi Derek Súlander eftir að vera búin að vinna þetta. Já, talandum líka hvað það þægilegt að vera í nótunni. Það voru strákanir í veiðifélaginu bara hjá okkur, rétt hjá. Já, þeir eru á jarðhæðinni, það er veiðifélagið, Dótt og Gunni. Þeir eru nýbúin að fá sendingu að fullt af einhverjum röbblegspúpum og dóti, þannig að þeir eru að fara á leiðin í sjóbyrting en til að kíkja á strákana og ná ykkur á púpur. Og svo er það náttúrulega sílskinn vörurnar. Já, það verður kalt í vor. Það verður kalt í vor og sokkarnir þetta reddaði mér ansi vel síðast sumar þegar það fór að leka einhver neðafransokkur hjá mér. Þá bara skellti ég mér í sílskinn og svo náttúrulega sendu strákunum bara til mín beint nýja vöðlur. En þetta berúaði bili heldur vel fyrir mig. Sokkarnir algjör snild og hanskarnir og húðnar. Ég verð bættið með einhver svona góða reiðhjóla með deri í eldvatni 5. apríl. Í forhúðapeysu líka? Í forhúðapeysu frá Eirberg. Það sjálfsögðu. Þetta verður að vera allt eins og hjófólki. En Jóhannes Hinriksson, njótið. Jóhannes, velkomin í Hylinn. Takk fyrir það, gaman að koma til ykkar. Þú stendur á tímamótum. Þú verður ekki 100 og eitthvað dagi vöðlórum í sumar. Já, það má nú segja það. Það er breyting
að skila af sér yttir ángá til annar núna og vera komin í inni vinnu á skrifstofu. Já, mættur í fasteignasöluna. Já. Er það ekki svona svipað á að selja laxveiðileyfi? Alltaf að lofa sólríkum dögum og sunnan gluggum og allt það? Jú, sko, í dag er markaður svolítið sérstakur eins og flesti vita að það er seljanda markaður. Það er selst allt sem kemur inn á söluna. Nú er aðri að veiða inn eignir. Já. Að vera að hitta menn og konur út í bæ. Er það ekki svipað á í laxveiðinni? Ég meina það seljast öll veiðileyfi og bændur eru bara situðu mótnar þeirra. Jú, það er bara svo leys. Þetta speglast. Þetta er mjög líkt. Það er þetta þyrfti að vera að koma með eitthvað svona Hagstofan og Seðlabankinn, eitthvað svona laxveiðivísitölu til að svona endur spekla ástandið í þjóðfélaginu. Já, nákvæmlega. Það verður gaman að sjá hvernig það þróast. Núna er fólk búið að sitja heima og ekkert að gera og langar að gera eitthvað og er að kaupa laxveiðileyfin. Það verður gaman að sjá hvernig þetta verður eftir þegar allt verður opið og svo núna er náttúrulega Rússland að lokast og svo framvegis. Þetta er ótrúlegur heimur á þessum tímanum sem við lifum en já, alveg staðreind að það er mikið af fólki sem ætlaði til Tenerife sem að setja budgeti í veiðistöng og veiðileyfi og eru bara orðnir veiðmenn í dag til þessi 2 ár. Nákvæmlega. Og þetta sást nú í nánast öllum veiðibúðum í Skandinavíu með tengsli við veiðibúður í hingað og þangað í Skandinavíu. Það var bara móksala, alveg ótrúlega sala. Það var viðsnúningur á búðum sem hefðu staðið sér mjög illa. Já. Þetta eru bara, þeir sem voru að reka þær eru allt í hennu bara meistara fjármála menn, sko. En það eina sem gerist var COVID og fólk komst ekki. Já, komst ekki á ströndina. Já, akkurat. Já, maður heyrði það bara á búðunum á Íslandi líka, sko. Já. Herri, já, þú ert að segja skilu við yttir ranga eins og þú sagðir, þú ert búin að vera þar 8 ár svona sem höfuð þeirra starfsemi í samstarfi við Norman sem hefur haft ána á leigu. Já. En það er nú ekki fyrst skipt sem þú kemur ranga á. Hvar byrjar þetta svona? Þetta byrjar 1997 að þá ég er úr Fljótshlíðinni sem er rétt við Hvolsvöll og áin sem rennur Fljótshlíð er Þverá í Fljótshlíð. En ég er þaðan og skólafélagi minn hafði verið ráðinn í sælubúi svo kallað sem var upplýsingamiðstöð ferðamanna á þessum tíma og þessi upplýsingamiðstöð var að sjá tjaldssvæði og var að taka móti veiðimönnum fyrir svæði 9 sem að Lúðvík faðir Einars Lúðvíkssonar var með á þessum tíma og Einar var að koma inn í það. Og við vorum að selja veiðileyfið þarna og maður mikið að spjallaði veiðimenn og kynnti svo Einari og fór að hjálpa til við seiðin og það. Og það kviknaði veiðidellan sem ég hafði haft sem krakki upp þarna aftur. Og áður en við sáum þá var ég farin að gæta þarna í Eysturangá. Þannig að það eru liðin nokkuð mörg ár sem maður hefði staðið í þessu. Og ertu þá þarna í Eystránni mest til að vera með það? Já, eingöngu. Ég vissi ekkert Ytri-Ána. Já. Það hefði aldrei farið þangað en kunni bara mjög vel á Eystránna. Og hvernig, svo náttúrulega, þarna er Þröstur með þetta og svo náttúrulega verður einhvern veginn Árni Bald allsáðandi þarna í sölunni og veiðilegunum í báðmannum. Já, Þröstur er ennþá þarna í Ytri og svona fljótlega upp úr þessu, ég man nú ekki nákvæmlega hvað ár það var sem að Laxá tekur við Ytri-Ángá. 2002 eitthvað svoleiðis, já. Og já, en Árni var sem sagt að selja megniða veiðileyfunum í Eysturangá. Veiðifélagið sjálft seldi alltaf einhverja 4 stangir á dag, minnum mig á móti Laxá. Og það vantaði alltaf ykkur að gæta og svona maður sendur út að gæta og ég byrjaði að gæta hjá honum honum Skúla Kristins sinni, pabbi Árna sem margir þekkja og maður fekk svona fyrst 1-2 dag og svo endaði með því að það vantaði að gæta allt sumarið.
og þannig var þetta bara, þeir sem voru tilbúinir að vinna þeir fengu vinnu einmitt. og þetta var svona Það var náttúrulega mikil ævintýra tímar, þetta að svona, þannig eru fyrstu svona mókveiði árin að koma inn eða ekki svona Jú. fyrir 2000 já, ég man fyrst þegar fórum við 1000 og svo 2000 og þetta var alveg ævintýri sko og þetta er svona tímar það sem að við gætarnir kunnum miklu minna en strákarnir sem að byrja að gæta í dag við hefðum sko, ég átti eina flugveðistöng, það var Reddington frá 8 Já, einhenda, kannski margir sem mun eftir þessum stöngum Reddington Red Fly já, ég Já. notaði það Mín fyrsta ásleiðis líka já, ég notaði það bara í allt Það var lagsilungur og vekja og bara allt og svo var maður staddur við ána og var að gæta ég man sérstaklega eftir ég var að gæta ungan frakka og hann var með tvíhendu og þá hefði ég ekki snert tvíhendu ég kunni ekkert á tvíhendu og hann segi við mig, jæja hann var eitthvað að brasa við að kasta gekk eitthvað illa og kasta þú, sýndu mér hvernig hann gerir þetta Martröð já, en ég hugsaði bara nú er bara dugið að drepast ég verð bara að kasta en ég tók bara stöngina og tók þetta overhead alveg leta bara strekkjast alveg aftur og fram og dundraðis út og gjör svo vel vá það var bara mjög sáttu við þetta Gekkja en hann fekk fullt af lög sem þessi strákur og hann var svona Jacques Druer ég veit ekki hvort þið minni eftir honum Hver er það? hann átti nú hlut í Laxá á sín tíma Já, Fransmaður. Já, hann ekki ennþá það getur vel verið, Ég ég held þekki það. ekki eignarhaldið þar Nei, ég held það Einhvern tímann í allir þessi nörda ferðamennsku manns í þessari veiði þá var maður búin að kaupa þessar helstu ásýkninga og rennur þetta allt svo já, auðvitað En hérna, ok, þú ert að skilja við Rangárna núna, búin að vera hérna í 25 ár, bara akkurat. já. Hvernig finnst þér sko, nú erum við að horfa á ár, ég meina normann er að hætta, veiðin hefur aðeins farið niður. Já. Þetta er sérstakt kerfi út af því að það er náttúrulega ekki náttúrulega laxastofnandi í miklu mæli. Já. Sko, hvernig finnst þér þetta að þróast svona á þessum tíma og hvar finnst þér svona veiðin, þú veist, 14.000 laxar er kannski of mikið, 1.000 Já. laxar á lítið, hvar finnst þér hún eða að liggja svona? 7.000 laxar er alveg dásanlegt ef ætlar að vera með 18 stangir sko. Hvað þá sko hugmyndafræðin í þessum ám sem er verið að byggja svona upp er að fjölga alltaf stöngum í hlutfalli við aukna veiði Já. og það er og menn er svo fljótur á sig að fjölga stöngum sko, það kemur kannski góð veiði og þá á bara að hendi nokkrum stöngum viðbót strax í staði að gefa sér eitthvað reynslu tíma en þegar við vorum að fá sko 6, 7, 8 laxar, það var alveg draumur það voru allir að fá laxa og öllum leið mjög vel þetta 14.000 laxa ár það var náttúrulega bara rugl sko þú varst að draga út síldaplan. já, þú varst að draga út línuna og bara af laxa á kastaðir og einn tók og þú mistir hann og jafnvel annar mistur og svo landaðir þriði á og já, gætarnir þið upplýðu sér bara sem guði og allir sem komið þarna veiða held að það eru stórkostlegi laxveiðum nema 2 það komið þann 2 menn og þeir fengu engan lax og sá sem hann yfirgæti á þessum tíma þarna Guðbrandur Einarsson hann, ef ég maður rétt, hann rálaði að finna sér eitthvað annað að gera eitthvað annað sport Ég sé Guðbrand fyrir mér í þessum stellingum já, gætaður í honum eitthvað Nei, hann kom stundum upp í Kjarrá í Kanada þegar ég var þar já hann tók svona einn túr þar Já. á milli aflarhrota í Rangárum kom Já, og við vorum ofta orðin svona ansi veðraðir í einhverju baráttu og vastleysi og það var gott að heyra einhverju það var fiskisögur. Guðbrandur Pálsson Já, yngri ok. frændans, ég er að tala um eldri yfirgæti ok, Guðbrandur þetta er ekki Einarsson. sami maður Nei. Nei, hann er búin að Það skildi samt já, Guðbrandur Pálsson er búin að vera að gæta hjá mér öll árin sem ég tók við sko, Fýtt strákur gaur já,
Já, 7.000 laxar, 18 stangir, það er náttúrulega alveg rokna veiði. Ef við notum svona einhverja þumaputtareglu að til þess að vera gæða laxveiða á Íslandi þarftu 100 laxa á stöng, þá ertu 18 stangir, 1800 laxar. Já. Þá ertu með svona, 3,5 markveld af því. Já. En að samanskapi náttúrulega þetta náttúrulega kunnahópur og markasetningin verið, komdu í Rangárnar kannski og fáðu fisk, þú mátt hirða hann og... Akkurat, fáðu marga fiska og tímbilið er lengra þetta líka, það er 120 dagar og þetta er nákvæmlega, það er markasetningin, það sem er heillandi við Rangárnar eru margir fiskar, fyrst og fremst. Það er náttúrulega ákveðni heillandi staðir hérna, en það er líka mjög óheillandi staðir. Það er bara svoleiðis, það verður bara að segjast. Kvíslinn frá Rangárflúðum og niður að Fossi er eiginlega mitt uppáhald, þar fer ég alltaf með hitsið. Já. Með stórt hitt, svona Tommi Kolskjak og hef fengið marga svoleiðis. Það bara fer ég ekki með neitt annað með mér og þeir koma upp í þetta og maður er að taka á hitsið, sko. Ég nú bara veit þetta einu sinni sjálfur, það er einhvern veginn svona, það sem að tala við lýsaði með því sama, þetta sé svona skemmtilegasta svæðið í ánni þarna í kringum Rangárflúðina. Já, og Rangárflúðin og það er aðeins fyrir ofan og svo niður að Fossinum. Það er alveg stórkostlegt. En já, þetta er náttúrulega, þú veist, það er önnur upplifun að veiða í Rangárnum heldur en að veiða Stóralax og fjör. Þú veist, þú ert ekki að leita stendilega eftir sömu hlutunum. Nei, nákvæmlega. Þetta er bara, auðvitað er þetta gaman og þú getur fengið æfintilega stóra fiska og marga fiska og það er bara eftir hver eitt að leita, hvað viltu? Þetta er rosalega góða tvíhendu ár. Já. Mikið að Bretunum sem koma vilja bara tvíhendu ár. Eins og normaðurinn sem ég var að vinna fyrir, hann vill bara við á tvíhendu. Ég reyndi að fara með hann í ykkur aðra ár, hérna það er ekki áháði eða er einhendu við. Nei. Já, náttúrulega með þessar aðstæður sem er skapast í Rússlandi, þá var náttúrulega ljóst að það eru mörg hundruð ef ekki þúsundir veiðmannar sem komast ekki í tvíhendu veiðinu sinni í ár. Þannig að það er kannski einhver ávinningur fyrir þess að tvíhendu ár á Íslandi vonandi. Það hlýtur að vera. Ef að menn fylla ekki eystri og ytri Rangá í ár, þá er eitthvað aðsko með þessar aðstæður. Það er þarna, þetta er bara talsveit stór hópur sem vill veiða á tvíhendur og elskar það. Og þetta er líklega verið bara góð áhættar sem að Ingó og félaga tóku að taka blönduna. Það er nú aldeilis fínt tvíhendu á. Já, bara geggjuð. En náttúrulega eins og segir, þú veist, stóra og mikið peningum undir og mikil áhætta. Já. Þeir náttúrulega verið meira í svona einendu veiði og með einendu veiði menn, sko. Já. Svo er þeir að gera meira en náttúrulega taka nokkur svæði í soginu og það er sem spennandi. Þetta er rétti á þessi í bí og ég leigði á sín tíma með nokkur torfastæðina. Já. Þá var ég nú að það sumar þá var ég að vinna annar staðar. Ég tók eitt sumar sem fangavörður og gætaði bara aðeins með. Ég við mannu eins og sem fangavörður, við erum það saman. Já, það. Þannig ég gæti farið fyrir vinnu og það voru bara nokkri félagar, en þú veist ekki að melda sig, bara menn fóruðið vildu. Ég man eftir að taka laxa þarna klukkan 6 á mótni áður maður fór í vinnu og bleikjur og þetta var dásanlega, sko. Já, vonandi, sko, maður svona heyrir orðróma að það sé nú kannski einhverja frétta að vænta af netaupkaupum og annað, þannig að mér eiginlega bara og það er bara stór undarlegt að stangavélagi hafi látið bílsvelli frá sér. Ég skil það ekki, en ég er svo sem búin að segja það áður. Já. Náttúrulega með silungsveiði og laxveiði og þannig sé langt sísón, sko, ekki dýrveiði hálftíma frá Reykjavík, sko. Akkurat. Það er slett svæði fyrir þá sem það þekkja, sko. En það er heil mikið að gerast í þessum netauppkaupum og ég er nú félagi í stangaveiðifélag Selfoss og þar er nú ber mönnum að sleppa lögsum sem við í júní og að fara að sleppa stórum lögsum og svona, þannig að það er verið að nútíma væða þetta svæði og verið að vinna mjög vel í þessu. Hefurðu veitt á pallir, svo kallega? Ég hef aldrei veitt þar. Nei, ok, það tóða kannski ekki meir í þig en mig. Ég er að verða að prófa það núna, sko. Já, nú hefur tíma. Nú er tíma og maður er svona
þú veist, ég er að selja fasteignir á svæðinu og gott að hitta menn og spjalla algjörlega. en það er einn maður sem að fær alltaf alla bíkara á ársháttíð eða ársfundi stanguði félags Selfoss, hann heiti Viktor og hann sagði mér sko 1985 að þá var ég bara í bílnum hefði á laus og horfði á kallana sem fengu alltaf laxa, hvað þeir voru að gera og hvað þeir voru og nú er hann svona kall og fær alltaf laxana þannig ég sagði, ég er að reyna að snúa niður að gæta mig, ég ætla að borga hann vel fyrir einn dag til að gæta mig áni, því þú getur, það eru flotti flugustæðir hérna ofar líka algjörlega þannig að ég ætla að læra á sá ég þekki mann sem að alveg kampar í hérna Tannastaðatanga gerir bara góða veiði þar langt frá með haust í alvöru ég held að við ekki 20 bita fiskarna í ytterfyrra og þannig að það eru ýmist tækifæri sko. Ég þarf að fá nafni á honum sem gæt félagi minn er búin að kaupa, ég held að sem búin að kaupa 25 dagi á Tannastöðum fyrir sumarið ok, þetta er kannski saman maðurinn Nei, hann var með mér hann var með borgarsvæðið hann var svona að vinna með mér, hann er hættir ángrunum líka þannig ok það er svona flutningar á milli aðeins en nú er hérna þú veist, ef við mér finnst þetta allt mjög forrétnilegt með rángarnar, en ætla bara að byrtast hérna bara svona á þeim tíma sem ég er að byrja við að lags, sem bara einhvern veginn svona nýjar ár og seiðasleppingar, svo sem engin umræðum það á þeim tíma núna er eitthvað svona, þú veist, samkeppni í sjónum við náttúrulega seiði ég er svona hallast að það sé nú kannski bara dropi í hafið bókstaflega sko en hvað finnst þér svona almennt seiðasleppingar og svona seiðasleppingar kannski líka í náttúrulegum og ég er kannski að krefja þeim ykkur svör við ykkur sem þú hefur ekki skoðun á Jú, ég er þarna ég er nú pælt ofsalega mikið í þessu mér finnst áhugavert að heyra viðtalið sem tókst við Denna og félaga sko hvað verða mikil afföll í ánum sjálfum þarna þeir voru að taka fyrir sela og í Vesturdalsánni sem mældu mér finnst að ég er alveg stórkostlegt að ég sé að gera þetta einmitt, það er magna sko og þetta það sem þeir voru að segja þar að afföll á 1 kílómetra væri svona ofsaleg manstu tölunar var þetta ekki sirka helmingur hugsið ykkur á þessum stutta tíma fræðin sem ég lærði í þessum seiðasleppingum sem að koma nú Kollafirði og ég fekk góða leiðbeiningar frá hann Einar Lúðvíkssyni sem var með Eystri-Rangá þær voru að bestu heimturnar voru ef að seiðahóparnir voru mjög jafnir við eru flokkaðir vel þá ertu að tala um flokka eftir stærð í uppeldisferðin akkurat, flokka eftir stærð og svo voru þessi stærðarflokkar teknir og settir í tjörn fóðraðir þar til að ytra byrði var breytt breytast úr þessu urriðalúkki í laxalúkkið vera silfraðir, fá hreisturslós grennast og fara að snúa sér í átt að grindinni sem að þeir vilja komast út sem sagt út úr tjörninni sleppa þeim þá þegar hópurinn allur er farin að sýna svona tilhneigingu og þá það sem gerist þá er að og gerðist, ég sá margoft gerst bæði hjá þeim í Eystri og svo hjá mér þegar ég hef með sleppingarnar að þá brunar hópurinn bara beint niður yfir og er að fara 17-23 kilometra leið á 3-5 tímum það er ekkert verið að hangsa sérðu bara má að gera það eftir það sér má að gerið og svo sá ég bara seiðin fara milli lappana mér bara brunuðu svo bara gastu fylgst með máunum ég man, við vorum ofta að rúnda þarna nóttinni að fylgjast með Einar og það er svo mikið vend í hópnum máunni náðu ykkurum við opnuðum alltaf að nætulagi og eins og Eystri þá var hægt að opna þegar áin var lituð og hópurinn komst vendaður út og ef þetta gerðist þá yðurlega voru teljum við að hafi verið betri heimtur það voru alltaf okkur tilfinning og heyra svo þessar rannsóknir á Vesturdalsá
þetta bara styður þessa kenningu og þessa aðferð sem var þróið í Kollafirði og Já, þar voru náttúrulega heimtur allt upp í 20% bara á þessum hafbetarárum, sko. mm, En það er það líka áhverð sem bendir á, þú veist, ég hélt bara alltaf í öllum svona segðaldi að þetta væri alltaf flokkað stærð, þú veist. Ég gera ráð fyrir að þú setja í að því að það sé verið að hleypa út segðum kannski, einhver hópur orðin smáltaður og bruna til sjávar, en mikið kannski bara verður eftir í ánni, fyrir út úr tjötninni kannski, endar í urriðakefti eða máf eða... Já, það sem ég náttúrulega að segja er að bara að menn fóru að gera tilraunir með það að opna grindurnar jafnvel eftir 3, 4, 5, 6, 7 daga eftir að segja að hópurinn kom í staðis að halda hópnum lokuðum inni og það var til þess að þau segði sem að væri tilbúin þau geti færðu út og svo næstu sem eru tilbúin og svo framvegis. Þannig að til þess að þetta sé hægt þá þarf að miða að þessu ferli í öllu framleiðslu ferlinu. Þannig að það þarf að passa að flokka sig vel og taka bara hópa sem passa saman. Þetta var mín tilfinning og það er ekki allir sammála þessu. Nei, heldur betur ekki. Það eru margar hugmyndur þetta. Það er mjög skipta skoðurinn þetta ef maður heyrt þarna fyrir hausta. Já, mjög sko. Og náttúrulega, já, ég meina Einar hefur náttúrulega náð sínum árangri, Þröstur sínum. Já, báður alveg toppmenn í þessu. Einar náði að rækta upp mjög stóra fisk. Já. Og það ég bara fekk að njóta þess í júní í fyrra, fór ég að veiða hann og Guðmund Atla í júníðin í Eystri og einn daginn fekk ég 7 laxa og upp í 18 pund sko, svakalega hrygnur sko. En það var náttúrulega alveg ævintýrlega veiða þarna í Eystriánni í hitti fyrra. Já. Svona þvert á gangmála annars staðar. Þá er alveg ljóst að það hefur eitthvað þú veist, það hefur vel til hefnast. Það er lítil aðrið sem virðast kannski lítil þegar frá okkar sjónarhóli séð sem eru kannski að hafa stór áhrif á loka átkomuna. Það árnefnilega, það ruggla menn í rýminu sko, að því að það getur ekki verið hafið, var það svona æðislegt bara fyrir Eystrirangar fiskinn. Hann fer náttúrulega svolítið seint út. Já, og fer stærri út, er betur búinn þessi segð? Ekkert endilega stærri. Nei. Það hefur ekkert endilega verið betri heimtur á einhverjum 60-70 gramma seiðum, freka bara þessum venjulegu 30-40 gramma. Okay. En kannski bara jafn hópur sem fer út og einu munur sem ég sá á þeirri sleppingu þar er að fór seinna út og hópurinn og seiðunum haldið inni og sleppt út eftir x tíma sko, kannski mánuð eða 6 vikur. En það var veisla þarna. Ég fór nokkur sinnum og ég landaði 120 eitthvað lögsum sjálfur sko. Ég var að vinna allt sem var í ytri og þegar ég var ekki að gæta á svona þá félagi minn úr Hveragerði sem vildi bæta sig í lagsveiði, pabbi Hilmars Þórs, ungur. Já, ég veit. Hilli Lax, mikill vinur minn, fekk Marílaxinn hjá mér hérna í ytri. Stórvinur þáttarins. Já. Dásamlega drengur. Þannig að það var COVID þarna og það voru tilboð menn komist ekki, þeir voru að selja svona dag og dag, þannig að ég keypti bara daga fyrir okkur og ég bara kenni þér á þetta og með því að fara nokkru sinni þá landa ég yfir 120 lögsins persónlega. Það var bara stappað lagsir. En þannig ertu komið með sko áhugavert dæmi, þannig með ár sem eru hlið ósarnir eru hlið Einar og fiskurinn fer upp og niður báðar átnar, við séð það á merkjum sko. Já, einmitt, og náttúrulega hólsáin hann fyrir neðan og sami ós og allt. Önnur áin, þú veist, Einar er þarna en þá er það ekki að framlega, eða allavega þessi stöð þarna uppi við Þjórsá. Jú, þetta var held í síðasta sleppingar ári hans, einmar rétt. Þegar hann er að framlega seiðin hann og hafa umsjón með sleppingunum, hinn seiðin koma frá Laxeyri eða ekki. Jú. Og þú veist, ég gerir aðfyrir að sé bara eitthvað svona smá hugmyndafræðilegur munur á þessu. Já. Því að þarna ertu,
ég meina þið fenguð allt í lægi ár í ytri en það er svona það bliknaði alveg í samburðu við 13.000 og eitthvað stykki í bók í eystri. Já, var ekki, hvað fengum við ytri? 2.500, 700, manni hvað var. Sem bara of lítið eins og þú segir. Já. Hver er munurinn? Getur þú sett puttan á það? Hvað gerði eystri rétt sem að þið gerði ekki og svona? Já, munurinn sá að tjarnina var opnaðar fyrr í Ytri-Rangá, klárlega, síðan sleppt fyrr út, en tjarnina var haldið lokuðum í eystri í einhverja vikur og fóðrað og sleppt síðar. Það er munurinn. Já. Svo ég get ekki sagt seiða gæðin, ég tók þau ekkert út, það er spyrja sigur á því eða eitthvað við stofnunni eða ég er ekki dómbar á það, ég skoðaði það ekkert. Nei. En þetta var einu munur sem ég sá. Þetta er rosa... Og fullt að seiðum í báðum ám, 100.000 að seiða í báðum ám. Já. Svo eru líka kannski, menn benda á, ok, þú sagðir hérna, er þetta hafið sem getur verið svona slæmt, það var ekki svona slæmt fyrir Eystri-Rangá, sko, en gæti verið að hafi kannski bara verið töluvert slæmt, en Eystri-Rangá var bara með svo gríðarlega mikið að segðum og sleppingin skilur heppnaðist. Já, sko, ég held að sé frekar að segðin náð þarna seinni glugganum í hafinu, seinni blómsturstíðin í hafinu. Þeir eru að fara þarna í júli og undir lok júli, meðan að segðin úr náttúrlánum eru kannski að fara í maí-júni og eins var verið að sleppa í Ytri-Rangá á þeim tíma líka. Er pælingin... Þannig að hafið hefur verið kaldara. Já. Það er staðreind. Það hefur kólnað og eftir sem hefur kólnað þá hefur það líka haft áhrif á endurheimtur í Ytri-Rangá allavega. En þess að þetta er svo sérstætt með að Eystri fái þetta risastóra ár. Það bjóst enginn kannski beint við þessu, allan að þær yrðu þá einhver staðar á svona aðeins jafnari. Rófi, sko. Já. En þannig að munurinn fara þetta mikið seinna út. Og ég held líka að þetta ár hafi Eystri-Rangá haft meira af seiðum en þeir hafa vanlega haft. Já. En yfirleitt hefur verið nóg til að seiðum í Ytri-Rangá. Já. En til að fá nákvæma tölur þá þarf þetta að tala við stöðustjóra þessara áa. Já. Og það fást oft bara ekki neitt. Nei. Það er bara reynd. Nei, menn vilja svona hafa þetta kannski fyrir sig. Þó það eigi að vera eitthvað svona fiskirækta skýrslur og eitthvað, það verður svona allir gangur á því þegar maður er að skoða það. Já. En af hverju að sleppa þessu þá fyrr? Er þá raukinn að lagsin komið fyrir tilbaka eða hvað væri þá mögulega uppsætt á því? Það er bara hugmyndafræði. Að það er að hafa þetta bara sem náttúrulegast, að leyfa þeim bara svona sitra út eins og náttúrulegu seiðan. Ég held að það sé bara svo hugmyndafræði. Þetta er náttúrulega sko mikil fræði en líka svona ákveðin alkemía í þessu því að þetta er náttúrulega, við vitum ekkert hvað gerist raunverulega í hafinu. Við erum með eitthvað kenningar en erfitt að fylgja því eftir. Já. En í þessu spjalli og í þínu viðtali við Denna og þá sjáum við bara, erum við að fá meira og meira vísbendingar, það skiptir ofsalega miklu máli að seiðin komist óhullt til sjávar og komist bara tilbúin og þau mælast kannski fínt í júli í rafveiðum árið áður en svo hvernig þegar þau fara þegar þau smolta þá náttúrulega þá eru þau ofar í vastálkinum sko, þú sér ekki máva gera reyna við einhver par sko. Nei, en ég sé þetta alveg fyrir mér, ég hef séð sko, þau kannski komast segjum bara eins og Ytri-Rangá komast frá tjarnir frá Rangá flúðir komast niður að Djúpós, svo eru flatneskjur þar og grinningar, svo eru kannski bara 1000 máar þar. Já. Og hvað er þeir að taka? Nei, alveg helling. Þeir eru með unga á hana. Þeir ekki bara að taka 1000 seiða? Jú, örugglega, sko. Þannig að ég held að þetta sé vanmetið. En ég manna Einar tala alltaf hann hafði mikið skilning á að koma þeim óhulltum til sjávar. Og Eystri náttúrulega með þessa litu daga sem þeir hafa verið að nýta. Já. Þannig að hann er merkilegu kall en Einar Lúðvíksson. Já, mjög segur. Að reyna ímislegt í þessum brasa. Já. En
Ég man þegar að normaðurinn tók hérna ytri á leigu og þú fórst að vinna þarna. Já. Þá var uppi stór áform sem að mér þóttu mjög spennandi kanóaferðir upp og niður þetta langa silungasvæði þarna. Já. Hvernig gekk það? Sko, ég var að vinna með vinnu mínu sem heitir, eða sem ég kynntist bara þarna í þessu ferli, Karl Eyjólfur, og hann var búinn að vera að vinna fyrir normannin í veiðibúð sem að þeir eru með þetta í Bergen. Og það er mikill silungsveiði áhugi þar og svona, og hann vildi sinna norskum silungsveiðimönnum, bara mjög áhugavert og skemmtilegt. Og það voru mikil áform upp það að kanna þetta 50 km svæði eða hvað það er, hérna silungsveiði svæði frá til Hlítar og sjá hvað er þetta að gera úr því. Þannig að það voru keypt svona lavútjöld, svona eins og við myndum það ekki sem indíánatjöld, en er svona eskimóa. Það er svona eins og mongólar eru með svona hirðingjar einhverjir, Síberíu og eitthvað svona. Og ákvæmum að vera með 3 kampa, einn upp í Galtalæk og svo 2 á leiðinni niður Árbæjarfossi. Og smiðum við mitt palla í þetta og keyptum kamínur og vorum eldi við og allar svona aðstæður fyrir menn. Fyrir normenn. Þetta er svona hentaði mjög normunum. Svo kom fyrsti norski hópurinn, byrjaði upp í Galtalæk og endaði svo niður undir Árbæjarfoss og var þarna í viku og þeir dóluðu sér bara á kajikonu niður, veittu bara hvern einasta blett. Já. Og fyrsti hópur fekk vel, svo kom næsti hópurinn og hann fekk miklu minna, svo þriði og það var ekkert að gerast. Bara búið veið alla fiskana? Bara búið veið en sleppaði þeim aftur, en bara þessi þóli svo lítið álag í urriða. Hún er náttúrulega ekki frjó. Nei. Það er náttúrulega þess vegna erum við að sleppa seiðum og allt það. Akkurat. Þannig að þetta var skemmtilegt ævintýri og svo vildi Íslendingar endilega fá að prófa þetta og við spurðum ítrekkað kunnið á kajaka og kunnið á þetta. Já. Og þeir fóru að stað og voru rétt komnir út í kajakana og veltu þeim, mistu iPhone noni og ætlaðu að kæra okkur. Þannig að við tókum snarlega fyrir Íslendingaferðir hana. Já, en þetta var þá bara þannig að þú byrjaðir efst og bara dólaði niður á okkur dögum. Já, og þeir veit þetta svo vel, þetta er svona, það voru svona sem að kallið þetta ekki silungaperrar, skilur við, sem að eru bara stillingar í þessu. Og veiða hvern einasta blett og bara veitu eins og við vildu, bara svona cirka 10-12 tíma á dag, hvort sem var að deyja nóttu bara, máttu að þetta eins og við vildu. Þannig. En þannig er þetta náttúrulega svona líka benda svolítið á að þetta veiðisvæði, þetta silungarsvæði, þetta er náttúrulega, þetta eru fáir fiskar sem komast á legg og ná einhverju stærð og einhvern veginn að þreyja þorran hann á að vita þetta. Já, ég myndi segja að þetta er óbóðslega fallegt svæði. Þetta er svona náttúrulegt vilt svæði, fallegt, en þetta er fyrir lengra komna. Fyrir menn sem eru búin að fá útrásin í að veiða marga silunga í Mývatnssveit eða Þingvöllum með eitthvað sem hafa þolinmæði í svona lagað. Já. En þá er líka alveg stórkostlegt þegar menn komast á þann stað að þá vilja þær eitthvað svona. Þarf bara einn fallegan urriða og þarf það að hafa mikið fyrir honum. Já, en að samanskapi getur álag líka svolítið bara veiðálag og svolítið slögt í þessu. Já. Þess vegna sko þróaðist þetta þannig hjá okkur að við vorum að selja fáar stangir hana. Og Dagur sem allir þekkir sem hlustaði þennan þátt. Já, Dagur Árni, hann var mjög duglegur að fara þarna og Guðmundur Atli líka. Þeir hafa nú verið svona ákveðin sendiherrar þessar sæðis. Já. Kunna þetta ofsalega vel en það er sama sagan hjá þeim báðum sko, metið kannski mókdagunum þeirra með eitthvað að kalla 10 fiskar og svo margir dagar sem er 0, 1, 2. Þannig að en stórkostlega fallið svæði.
Gekkja. Og þið reyndu nú aðeins að hjálpa þessu. Það var náttúrulega þarna frábær, Já. það veittist einhver svona einhyrningur, einhver stór sjóbyrtingur þarna upp í Eysturranga og svona. Já, það veittist 10 metra sjóbirtingur Eysturranga og menn tóku hann í kistu, Rigna. já, og fundu einhvern lítinn urriða heng bara, Já. og þetta frjókaði svona vel og það er fullt að seiðum og það var sem sagt einhvern tíma sleppt 3 tímar, ekki hvað það var, 300-500 1-2 punda urriðum þarna upp frá, sem ég held að hafa nú allir enda niður frá, Já. orðið stærri og verið svo drepnir í Hólsa á Austurbakkanum, já, Hafliða Halldórs. Já. það var svolítið gaman að því, fyrir 3 árum þá veitum við sko, þegar mjög léleg veiði hjá okkur í laxveiði, að þá voru að veiða, þá veitum við okkur að 70-100, 75-94 cm sjóbirtinga. Já. Megnaði þessu fyrir ofan Djúpós, mann að Bjarki vinur minn Gæt, hann fór ægilega vallega af þessu að þeim og maður gæti alltaf gengið að 1-2 og hinni Gætarnir voru að veiða þessu stóru fiska og fóru með viðmenni þá og útlendingunum fannst alveg stórkostlegt, betra en lax Já, og bara ég meina, geðveikt, Silungur bara yfir 10 pund fyrir Breta og það var bara tekið vallega mynd og svona og svo bara onni aftur. Já. Svo hitti ég Hafliða Halldór sem er þarna á Ármótabæinn í Hólsvana, Austurbakkan. Já, við drápum 350 stóra birtingu í sumar. Jésús. Maður fallast hendur. Maður fallast alveg hendur, sko. Við vorum að reyna að rækta þetta upp. En ég held núna að þeir sem eru Meistaranga á, Jóhann Davíð og Píter og þeir allir að reyna að friða þessa fallegu fiska. Það verður alveg sem er alveg stórkostlegt. Þið hafið nú friðað á Við erum búin að friða frá því við komum. Já. Ekki allir ánægði með það, sko. Nei. Við fyrir að vita að við myndum drepa þetta og svona. Þetta er nú svolítið gimsteinar þessar svæðis. Þeir eru búin að vera þarna síðan fyrir 10.000 ár og þóla mörg Heklugosinn og Kötlugos og allt, sko. Þetta er algjör gersemi, sko. Já. Þetta er sannarlega þessi ísaldar urriði sem að er alveg. Þetta er alveg magnaði skepnur. Og ég fekk drauma fiskinn þetta fyrir 2 árum í opnun. Það var róðalegu bóli. Já, en það var hálfljótur, það var svo gamall. Já, en þú veist, þetta er samt eitthvað svo, það var svona eitthvað hálfgerð risaðela, sko. Já. 20 punda fiskur eða eitthvað. Ótrúlegt. En það er oft svona eins og bendir á, maður fær stundum svona í einhverju spjalli, sko, þú veist, það er á með nokkrum urriðum, spá ég að slepp í hana og þetta verður bara einhver urriðaparadís og getur maður hugsað, sko, ég veit satt fólk, sko, ef það væri fæði og búsvæði búið fyrir 500 urriða í viðbót, þá væru bara 500 urriðarinn í viðbót. Það er bara svo lýs. Það er alveg saman þú sleppið þeim, þeir fara, þeir drepast, þeir endi í kjaftirum á öðrum urriðum eða mávi eða... Já, það þarf ekki að leika neitt guð þar, sko. Þetta er allt öðru sem þess að lagsa með þess að hafbetarár. Því að þær sækja fæðið annar staðar. Já, þeir sækja hafbetarár, þú þarft ekkert fæði. Nei. Ekki neitt. Engin búsvæði, ekki neitt. Ekkert annað en vatn og bara staðið hylji og strengi sem getur veitt á. Því að þú skelar þeim frá þér bara feitum og patarlegum, brunandi sjávar, fitna þar, koma upp í ána og ég heit ekki neitt. Nei. Það er hafbetra. Það er hafbetra. En það er allt öðru sem er urriða á, sko. Já, eða þess að þú ætlar að fara að ala laxaseiði. Já. Menn eitthvað, eða bara sleppa nokkrum sumaröldum seiðum og svona. Ef það væru aðstæði fyrir seiði að þreyja, þá væru þau bara þarna. Já, enda sko, það var sleppt í all flestar ár fyrir svona 15 ára síðan. Það er ekki lengra síðan. Nei, það er ekki lengra síðan. En þá var verið að sleppa gönguseiðum sem var bara hrein viðbót. Já. Það var bara sleppt úr tjörnum, þurfti ekki að ná sér í mati eða fæði í ána og komum svo bara tilbaka og menn voru að veiða þess að eins og fiska aukalega. Já, ég man. Og það er svo sem alveg hægt, ég er ekkit með því að móti því að neitt, menn verður bara að finna út í því sjálfur. Ég veit að þessi þróunar líffræðingar, þeir eru á móti því. Það er alveg þannig. Þeir eru algjörlega á móti. Ég fór að tala á ráðstefnu nefnilega fyrir nokkrum árum í Skotlandi. Var að segja frá Rangár ævintýrunum
og það var bara alveg hrein lína þar, þeir vildu þetta ekki. Nei, þeir sjá þetta rosa vel með stílhettin í Bandaríkjunum. Þegar þeir byrjuðu að stípla allar átnar á millistríðsárunum, Hoover-tímanum, þá fóruðu þeir einmitt í ykkur svona mótvæðisaðgerðir að sleppa bara í stórum stíl. Og nú er komið svo fyrir mörgum af þessum stofnum að hæfni þeirra til að lifa af í náttúrunni er bara orðin miklu skertari því að það fer ekkert framneitt náttúruval, sko. Já. En mér finnst þetta oft svona svolítið... En svo er ótrúlega mikið, samt hefur lagast ótrúlega hratt það sem er að tekja allar stíplur, eða ekki? Jú. Þeir eru fljótir að tilengja sér búsvæðin, en samt ekki eins... Þeir eru samt svona með þetta, þeir bara eru búin að mæla það að fiskurinn sem er erðablandaður á þennan hátt, sko, að hann heldur sér til dæmis ofar í sjónum, það er meiri líkur að verði fyrir aðráni frá selum og fuglum og öllu svona, bara svona litli hlutir, skilju, sem hann er bara meira gæludýr svona. Já, hann er bara meira generískur, skilju, það ná öll gen alltaf fram að ganga í margar kynslóðir, 50, 60, 70 kynslóðir og þá bara svona dregur úr þessum vægi þessara erðefna sem að hafa áhrif á afkomans í náttúrunni, sko. En við þurfum ekki pælið því með rangárnar, það er bara það er bara stemming. En svo lengi sem menn venda orginalstofnin sem er urriði. En geturðu labba aðeins í gegnum þetta með mér, því að þið þurfa að fá fiskiklak, það þarf að kreista hann og góðanum í hús og svona, hvernig þetta ferli er? Já, ferli hefur þróast þannig í rangánum að það eru settar laxakistur við alla helstu hylji bara strax við opnum tímabils og menn taka helst stóru hrygnunar og koma þeim svo bara eins og í Drangá þá erum keyrt upp í Húsafell og þar eru í risastórum kerjum þar sem fer bara mjög vel þar eins og það eru stórum og góðum hýl allt sumarið. Já. Og svo það er náttúrulega mun færri að hanga, það er svona að vera að ræta þeim bara yfir tímabilið. Svo bara kreista hausti. Þið viljum náttúrulega helst ná þessum snemgengnum hrygnum. Já. Og það hefur verið gert í mörg ár. En kreista hausti. Já, kreista hausti bara og svo er þetta alið í 2 vetur. Já, þetta er alveg þar, þetta er ekki það þú bara, þetta gerist ekki bara á nokkru vikum og mánuðum. Nei. Þetta er ekki... Fólk áttar sig oft ekki á því samingi, sko, heldur þetta bara sé... Þetta birtist bara í tjörninni. Já. Og ef það kemur upp sjúkdómur í ykkur stöð og allt drefst, þá ferði ekki að kaupa þetta í bónus, sko. Nei, það lítur nú að vera svolítið áhættu þáttur í svona rekstri. Það kemur bara upp nýrnaviki eða bara frísi einni lögn eða eitthvað. Þetta er nú viðkvæmt ferli, sko. Þetta er það. En eins og stöðin upp á Húsafelli, hún hefur sjálfrennandi heitt og kalt. Já, þeir geta stilt. Þannig að það eiginlega getur ekki gert, sko. Nei. En svo náttúrulega er allsins, það þarf að passa að koma ekki minkur og, já, og bara fara mjög varlega varandi sjúkdóma. Þetta er svona eiginlega, þetta er ákveðin landbúnaður okkur í rauninni, sko. Já, algjörlega, sko. Þeir á Vestfjörðum eru farin að kalla sér laxabændur, sá ég síðustu heilsi öllisingunni. Þetta eru kannski meiri laxabúskapur einhvern veginn svona, svona elleri. Já, þeir þurfum að koma öll þessi laxeldi upp á land bara. Já, við erum ekki ósaman það. Nei, það lítur að, það er náttúrulega verið að vinna stórkostlega hluti að Nýþorlákshöfn. Já, á stóru laxeldi þar, eða ekki Samherji sem er þar. Jó, fleiri. Já. Vonandi bara það 3 aðilar. Já. Held ég til að byrja með. Frábært. Það er mjög gott, sko. En segðu mér, nú sittur í hér, þú ert bara orðin óbreyttur fasteignarsali við öðlutnar svona konar bara til hátíðabreyða. Já, það verður sannlega farið í það samt flesta eftirmiddag, ég býr rétt hjá Soginu og... Já, það er úr þetta vel staðsettur þarna á Selfossi. En það fór náttúrulega... strax. Já, ég meina það þvílík kláka núna, allir snjórin farinn og svona fyrsti dagurinn sem man svona gæti hugsað sér að fara að setja saman, sko. Já. En það var, já, ég ætla nú kannski að fá að kalla það farsa allavega. Það var ákveðin farsi í kringum þetta útboð á Ytri Rangá fyrir ári síðan. Já.
búið að boða hérna, þið voru búin að láta þetta frá okkur, ætla ekki að framlengja og hérna, það þið leitað eftir tilboðum. Já, 20. janúar í fyrra að þá ég komið lokasvar frá norðmanninum, ekki norðmönnunum. Nei, eins og hann er kallaður. Einn norðmaður. Að hann ætla ekki að framlengja. Bændur höfðu boðið honum áframhaldandi óbreyttan samning 1 ár. En hann hafnar því og það er 20. janúar, þannig að það var akkurat 18 mánuðum fyrir, sem sagt, 18 mánuða fyrirvari, skilur við. Það eru 6 mánuðir í sísón, svo heilt sísón. Þannig að hann svaraði þarna eiginlega bara síðasta daginn sem að hann mátti og þá hlupu menn svona upp til hand og fóta í veiðifélaginu og ákvaða að fara stað með útboð. Og það, já, þá eru menn buðu, margir og menn buðu vel. Það kom mér eiginlega mest ávart, sko, því að það er náttúrulega mikil áhætta í öllum svona veiðilega rekstri og svo náttúrulega er mikil kostnaður í svona seiðasleppi prógrami, sko. Þannig að, já, þegar ég sá tölurnar allavega fyrst, þá bara, vá, mennur, þú veist, þetta eru virkilega góð tilboð sem er að fá í þetta, sko. Já. En þeim þóttu þetta kannski ekkert merkilega tilboð, svona landið. Nei, þeim fannst þetta allt og lágt. Já. Það er allt og lágt, sko, þannig að menn var að bjóða manna 150-60 milljónir fyrir árna ári. Já, þá kom við 170 að lókum. Já, með hérna Hólsáni. Hestabóð, já. Við höfum haft hann allan tíma líka, sko. Þannig að, já, komir mjög óvart að þeir skildu að hafna þessu öllu. En við vorum svo sem minn maður var búin að hafna áframhaldi, þannig að maður svona fylgdist bara með þessi fjalla. Já. En þetta var rosalega áhugavert, því að svo einhvern veginn, þú veist, æxlast að þannig, ég minna það vita það allir að hérna Harpa og Stefán eru með annað dag, þau voru í þessu útboði, voru ekki með eitt að hæstu boðunum, en enda samt með að fá einhvern veginn annan samning, maður bara svona, maður skildi þetta ekki og þeir sem voru búin að kasta til mikil vinnu, hérna, aðrir, ég meina Rabbi var hérna með stórt bóði, Rabbi miðfirði og Regnarsi, Fiskpartner, hérna Kristín í veiða og hérna fleiri bara. Já, voru hérna hörkunaglar, allir sem við nefnt, alveg. Og búið að skilin alls konar hérna markasáætlunum og annað, hvernig þetta markasetta og byggjit upp og þú veist, þetta er ekki, þegar þú býður í, hvað er þetta, giftið 5 ára, þú veist, kannski að bjóða, þetta er sko 700-800 miljón krónur samningar, sko. Já. Það kom líka bóð frá Skotlandi. Já, einmitt. Og það var í gegnum lögfræðistofu hérna í Reykjavík, að eitthvað hefur það nú kostað. Já, menn bara skrifa ekki eitthvað töl og blað og sitja, þetta eru mikil vinna sem fer í svona og lögfræðingar og allt, sko, mikil kostnaður. Algjörlega. Þannig að þessu var bara einhvern veginn takk fyrir að skilja þessum markaskögnum og við semjum svo bara við eitthvað. Já. Þú veist. Já. Ég veit ekki hvað við segja það. Nei, ég skilji. Þetta var bara með skrítnar sem maður hefur séð. Já, maður har aldrei séð neitt svona. Nei. Þetta er bara alveg ný staða. Svo kemur í ljós að stjórnin hefði ekki umboð aðalfundar til að fara með onni í útboð og Já. Þetta er eiginlega ótrúlegt hjá svona stóru veiðifélagi að þetta skulle endi í svona farsa, sko. Já, ótrúlegt. Og maður veit að hérna margir sem tóku þátt í þessu útboði mun ekki taka þátt í næsta eftir þessi vinnubröð, sko. Nákvæmlega, sko. Þetta er svona mörgu af mjög misboði. Þegar maður heyrði mörgum eftir að voru á þessum fundum og svona þegar maður misboði hvað fór fram þarna. Hvernig að þessu var staðið. Þú veist, það er ýmislegt svona monkey business í þessari laxveiði, sko, og eiginlega allir snúningar verið teknir á alla sem að hægt er að taka, en þetta var eitthvað svona alveg nýtt. Ég vil þetta hafa menn bara sett sína tölu í púkið og svo það bara fengið að standa. Já, rétt. Og svo ákvæðir að selja þetta bara umbóðsölu. Selja þarna Iceland Outfitters sem umbóðsölu aðila. En áður en það var samþykkt þá kom nú tilbúð frá öðrum umbóðsölu
sem hefði sparað veiðifélaginu með þær forsendur sem voru 8-10 milljónir ári sem hefur auka hagnaður fyrir veiðifélagið. En mér skildist á þessum aðalum sem buðu þetta að þetta ekki eins og verið lagt fyrir aðalfundi. Nei. Þetta ekki eins og verið komið áfram en stjórnin hefur verið bara búin að ákveða þetta. Já, þetta var eitthvað allt mjög sérstætt en Já. vonandi bara gengur yttir ranga og bara steppa á hörpu vel með Já, þetta. maður óskar steppa á hörpu allsins besta og ekkert svoleið, sko. Þetta var allt mjög skrítið, sko. Já, bara svona til að klærfa þetta snýr kannski minnst að steppa á hörpu og meira kannski bara að veiðifélagin. Þetta var svona rosa skrítir vinnubröð hjá svona stóru veiðifélagi með svona mikið undir, sko. Það er mjög sérstætt, sko. En þú getur kannski sagt mér annað, bara svona verið forninsækir, þegar maður semur þú veist, ef ég byði 100 milljónir í ytri ranga og fengjana, þú veist, þú lítur að semja við veiðifélagi, sko, að þeir setji þá x af þessari summu í seiði á hverju ári eða? Já, veiðifélagi sér alltaf seiðasleppingar og þá samið lágmarksfjölda seiði sem þeir þurfa að sleppa 300-400.000 eða hvað það og þeir sjáum þann kostnað þeir sjáum kostnað við veiðivörð og allt sem snýr að seiðasleppingum og í rauninni klagtöku líka, þeir sjáum það. Ok, en segjum semur þeir skuldbytta sig í rauninni til þess að þú veist ég að það er verið mismunandi afföll í stundum verða 500.000, stundum 300.000 til og... Já, þeir semjum eitthvað lágmark, sko. Þeir verða að skaffa það allavega. Og þeir geta þá samið að viljum við sitja meiri pening þurfa að keyra veiðina upp. Já, ok. Til að gera sína áverðmættari. Það er áhugavert. Maður mitt oft pælt í þessu, hvernig þetta að líta að vera erfitt einhvern veginn. Þið ekki talað hvað eitt seiði ein evra eða eitthvað leys? Jú, ég held að sé nú orðið meira, sko. Séð 200 kall. Ég ætla að kaupa seiði, held að sé eitthvað 240 kall. En svo ef átt stöðuna, þá náttúrulega með magninu, þá nærðu verðinu niður. Verði jafnvel að selja öðrum seiði og svona. Já. En það náttúrulega þannig í eystri, það er ekki þannig í ytri. Þeir voru að framlega fyrir ýmsar ár. Á veiðifélag ytrangar Laxeyri? Já, ok, þá skil ég þetta betur. Húsafell í dag, Laxeyrastöðin ekki neinni framleiðslu í dag, sko. Ok, já, þeir keyptu stöðina. Því að það náttúrulega þú veist, ef við bara gefum okkur að þetta sé þessi ein evrudala 150 kall og þessi 200 kannski, ef við ætlar að setja 500.000 seiði, það gefur auðaleiða að það þá kannski bara, þú veist, 1.000.000 evrur. Það getur komið svo lína þetta borgis ekki. Ef eitthvað fer virkilega úrskeiðis og endurheimtur verða mjög lélegar. Þú ert alltaf að sturta hellinga peningum í sjóin, sko. Já, og endurheimtur verða mjög lélegar, þá getur þetta farið undir það sem borgar sig. Þannig að það þarf að huga ofsalega vel að sleppingunum og hvernig það gert til þess að þetta borgi sig. Þú þurfi ekki að setja 1.000.000 seiða því að ætti að vera nóg kannski að setja 300.000. Já, einmitt. Seiðin sem voru á bakvið veiðina hana 2008, þá voru 400.000 seiði. Já. Þannig að það var 4,4% egruleis endurheimtur. Misjandið tjörnum, sko. Já, ég mitt spjallaði við hann Þröst Elliðarsson einu svona kannski bara þetta, sko. Hann sagði, það var kannski gert mig grein fyrir að hann var að útskýra þetta fyrir mér, sko. Þú veist, eins og með Breiðdalssonna. Já. Þegar hann var að dæla seiðum þar úti og allt í hennu bara hætti að skila sér og hann fór að breyta skilur og náði ekki að leysa gátuna, sko. Já. Einhvern veginn, hann með sína kenningar kaldari sjó og hana og þá verður hann bara hætt þessu. Hann bara styrta peningum í sjóin. Já, bara borga þess ekki. Já. Þú bara setur niður kartöflur og það bara það frjósa bara alltaf. Það fara ekkert upp. Þannig að þetta nefnilega þetta ákveðna forsendur til þess að þetta virki, sko. Þess að þetta gangi upp, sko. En við erum nú búin að spjalla vel Rangara. Mér langar aðeins að spyrja þig, þú náttúrulega búin að vera lengi í þessu. Hvað, einhverja aðrar ár sem að þú hugsa lítil og átt góða minningar úr? Já, heldur betur. Miðfjarðaráin í
Miðfirði, þegar að Árni Baldursson var með hana að Laxá, þá veit ég svolítið þar að mér finnst hann alveg stórkostleg. Geggjarsvæði. Já, og svo fjölbreytt og skemmtileg og inn á milli stóri fiskar. Já, algjörlega. Og bara svo margir veiðistæðir, ég man ekki hvað þetta var. Þegar þetta var merkt, voru ekki ykkur 200 okkar staði mertir, 250. Þetta eru 100 kílómetrar að bakka. Já, alveg stórkostleg sko. Og svo þarna, ég man eftir, ég var nú svo heppinn að fara í Laugardalsána 2015 þegar að metári var. Já, þeir voru með hana þá þarna félaginu. Já, Guðmundur Atli og Jonni og Helgi Guðbrands. Helgi Guðbrands, já. Þá fengu við, þá var Reynir Freyriksson með mér, gæt, vinur minn, og báður okkar fjölskyldur. Og við veiddum 20 laxa, ég man ekki hvort við fengum 60 laxa eða hvað það var. Já. Mikið á hits og einhverja pínu litla pöttur og ég man ég var að lifa ungri dóttir minni þá, ég held hún hafi þreytt einhverja 6-8 laxa. En síðan hef ég reyndar ekki farað þarna, það var bara ósvölega gaman sko. Já, mér finnst ég fór þarna einmitt með hópa svisslíkum 2019 og voru rosalega óefnir. Já. En þeir voru ánægð, spyrum alltaf hverju ári hvort þau mikið fara aftur. Ég hef ekki alveg týnt að splæsa í skafniðan fyrir þá. Já, ég skilði þig. En já, þetta er sjálfmennandi á. Já, mjög. Og ég gisti í gamla húsinu. Já. Það var eitthvað verulega góður andið þar. Já. Ekki svakalega gott að vera. Menn hafa talað um það. Nú er búið að mér að segja aðeins að sjæna heldur sér komin ný rúm og ný eldur. Er ekki komin ný bygging? Svo er náttúrulega ný bygging alveg hliðina með nýjum svefnbergjum sem er bara svona eins og maður þekkir úr þessum flottu veiðhúsum með klósetti og allt innan gengt. Já, ég hef ekki séð það ennþá sko. Þetta er skemmtilegt en einmitt svona þú veist, þetta er útudúr eins og með þessa blessu svisslíka svona raunverulega ástæðan fyrir því að ég kannski ekki farið með það aftur er að með því svona 2 vikna túrar á flakkinu og vera að fara þarna útudúr á Vestfjarðakjálka, maður er ekki á leiðinni neitt þegar maður er að fara þangað sko. Nákvæmlega, það er hellingskistla en bara flott á og náttúrulega stangó með hann í dag og Já, bara vonandi að það fara að byrtast eitthvað lax þarna þess. Nákvæmlega. Með kvítnar þarna. Já, bara, við maður endar einhvern veginn alltaf aftur á bitur sinni gafur þessum blessuðu kvíum. Já, eðlilega. Svo lítil drauma á sem ég margótt farið, ég ekki komist í núna í 2-3 ár, það er Laxá í Skefstæðarhreppi. Að tala því sem að farið þangað, tala og að falla hana. Já, þú getur farið þarna og fengið ekki neitt, en sko, ég hef alltaf fengið Laxa þarna, hvert einasta skipti og þetta er bara svona lítil perla, gengur lengst upp í gilinn og svo eirar heilin niður frá og ég bara átt svo góða stundir þarna. Já. Að vonast til að komast þarna í sumar, búin að sækjum veiðileyfi. Henni var lokað í nokkur ára, ekki? Henni var bara gjörsamlega slátrað. Já, ég held bara, menn hafi gengið svo hart að henni að það var bara eiginlega ekkert eftir. Lokað og svo er þetta bara veið og sleppa. Já. Skiptir mig ekki nokkru máli. Nei. Ekki nútíma veiðmann. Nei, þú þarft ekki að vera tínur þessar lítillir náttúrulega. Nei. Og það er líka svona smá rangar út úr öttur að heldur mitt þeirra svona upp úr 2003, 4, 5 þeirra svona, þú veist, það voru náttúrulega ákveðnar ár vastalsáðara farnari við að sleppa þeirra svona, það fyrir að vera meira trend sko og stífari kvótar, þá er kannski rangáin svona, rangarnar gáfi markanum svolítið svigrum til að þrengja þessa kvóta á, því mann gátt alltaf farið þangað og svona náði í graflaxinn fyrir jólinn sko. Nákvæmlega. Ég borða alltaf mikið lax og elska lax. Já. En það er bara úr eitt rángá, sko. Já. Og ég æstri. Já, ég fengi marga það líka. 120 þannig. Já, í hjáverkum. Já, nákvæmlega. Svo, mér finnst norður á hún alveg óbáslega falleg. Já, þú verið þar á vorin. Já, og svo kom ég þarna, var boðin þetta með félögum fyrir líklega 3 árum. Mánaðamótin er rétt í byrjun júlí. Jónsmessu, rétt eftir Jónsmessu. Já, hvort þú voru til 3. júlí. Komum í kjölfarið af David Beckham
og Björgólfi sem höfðu verið með alla ána, voru bara eitthvað 5-6 með alla ána, höfðu ekkert veitt síðasta morgunin, eða hvort þeir hættu hádegdaginn áður eitthvað, ég veist ekki alveg hvernig það var, og ég þarna bara með ákveðin félögum fyrirtæki og ég kem þarna þá sé ég gamla félaga minn, Hólmara, Þórir, leiðsögumann, ég hvort ég þekki Já, ég mitt úr Rafjara. Já. Flottur, og leið og hann sér mig, gæt. þá segir hann, ég ætla að gæta Jóhannes og ég var með öðrum sko, við vorum að deila stöng og þarna hann gætar okkur þarna og ég landaði akkurat 20 lögsum á mína hálfu stöng og hinn landaði 10 lögsum, það var mikið vatn í ánni og ég kann á tvíendunan, ég fekk sletta lögsum út á það en þvílíkur meistara leiðsugum að hann Þórir hann er flottur hvað hann er góður hann kannir sá svo vel algjör snillingur svona róleita maður sko já, en alltaf með passion svona var naskur að vita hverju voru og hvað var að gerast ég fekk 3 stóra í þessari ferð 281-85 fyrst þegar ég fór þarna þá fór ég í boði þá þurfti Árni Baldursson að fara eitthvað snemma heim og bauð mér á Bjarka að taka stöngin hans við fórum og fengum 7 stórlagsa í strengnum fyrir ofan stekkin og þannig að og það var allt tveggjara laxar Var það í Hornhill eða? Já, það er svona strengur heitar ekki Hornhill Já, það rölti svolítið upp Þú ert ekki að labba mikið upp þetta er bara beint fyrir ofan bara strengur fyrir ofan stekkin og svo var ég þarna í hitti fyrir og þá fekk ég 1 fisk og hann var stór 88 það var svakalegur sleiði já og svakalega fallegu fiskur svona þessi fullkonni lax sem við vilt fá á Íslandi já, algjörlega fullkonni og þarna en í mínum huga er Norðuráns ekki smála sá ég hef bara farið þarna 3 svar sko já en núna er ég laus, ég hef hafnað mörgum boðum að fara hinga og þanga oft er bara boðum frýtt með mönnum sem að vilja hafa mig með og svona en ég hef ekki vilja og geta farið frá, ég veist að stjórna þessari operation hann í dranga og þetta er bara viðvera það er bara veiðihús og margi gætar fullta starfsfólki og fullta fólki og það sem skiptir máli þegar þú ert með svona stórt hús, þú þarf líka að vera svolítið skemmtikraftur, ég var oft vakandi langt fram á nætur með fólki og bara sinna fólki vel fyrir utan það að sko þú er kannski búin að vera í einhverjum e-mail samskiptum við einhvern allan veturinn sko sem endar því að hann sendir einhvern haug af peningum sko hún langar bara að hitta þig sko þú þarft að vera face of the operation sko þú ert bara að taka mótornum og faðmann og knúsa og svo bara fylgja hann eftir og hans fólki passa hann njótið sín sko þú getur ekkert verið bara einhvers staðar í einhver símasambandi í Selá eða einhver starfna staðar sko bara sinna þínu fólki ég leita á þannig og gerði það þú nefndið með eina á áru byrjum að taka upp Fossá í Þjórsárdal já það er svona, þú veist hvað þetta er rúmlega kílómetrislangt svæði eða eitthvað en alveg ótrúlega þú veist, það er vatn í þessu svona, þetta er svona alveg, maður fær að kasta eins meirinn haustnum og já, gott vatn og stóri fiskar já, algjör haust svona haustveið á ég var nú þarna núna í haust í lok september og þegar ég var að veiða þá svona rifjaðist upp fyrir mér þessi skærgræni neongræni litur á bismónum frá Skúla minni eftir honum og ég átti litla einhver hluta vegna átti ég litla svoleiðis og var búin að renna með einhver öðrum flugum renni þessar yfir þá tekur svaka hengur alveg durgur sko stökku upp úr svo kom hann einu svona upp úr svona nær sér ekki alveg á flótan svo stór já, nákvæmlega kolsvartur og svo bara eftir svolítið tíma álagan af svo seinna kvöldið og fer ég hinum með þetta breiðan þetta fyrir neðan fósinn og þá fæ ég þá var ég búin að tapa þessum grænaðsson reypi smá
en átti stóran, þannig ég bara kliftan og brettan, þannig að hann var bara svona 2 sentimetrar. Mjög gætalegt, svona típist Já. að klippa sönnreir með naglaklipunum. Þess að bara hann verður að vera svona lítill, annars þetta fyrir mér þessi litur svona stórlagsa litur á haustin. Já. Og ég landa 90 og ég held að 94 eða 5 cm hrygna, ég með þetta skrifa ekki starf. Hrygna? Hrygna. Geggja. Og hún var talsveit mikið minni en hængurinn. Og þetta var stíft mál. Já. Eins og vanalega. Ég nú satt frá því áður í þessum þáttum okkar að stærsti laxi í séð sá ég í Fossá sko, þá var ég að veiða þarna með félaga mínum og þarna við Dranginn þarna fyrir neðan fossin. Já, túristarnir standa á. Þetta var þar sem ég var. Og það voru bara 2 laxar þarna og félagi minn upp á hann Þorgils og kallar á með þessi 2, 1 lítill og 1 stór. Já. Og svo, hann er elda þessi litli, kasta aftur, strippa, hann er á. Þessi litli var 86 sko. Já. Svo fór ég upp á Dranginn og bara eitthvað, shit, þetta er eitthvað. Ég held að sé upp í 30 pundar að þarna. Þetta er náttúrulega bara á þessu svæði eins og getur fengið stóru lagsa á og geta verið algjör tröll. Já, ég veit, minn eina yfir 100 cm í Kálfá sem er úti, þannig að nú á stórum fiski sem gengur í Þjórsá. Já. Og svo er ég við stórun leigutæki á sprænu. Já, Þverá eða ekki? Þverá, já. Með Hannes yfirinu mínum og fleirum. Já, þú fara vonandi tíma í sumar til að sinna því. Akkurat. En nú þegar að mitt svona vöðlurnar eru orðnar svona helgar og eftir vinnu apparat, en ekki 9-5. Já. Á að vera duglegur að veiða. Sogið nefniru, þú ætlar að fara í Ölfusá, Þverá. Ég er að fara núna, ég ætla að byrja í Skotlandi. Ég er að fara með Guðmund Atla og nokkrum írum, vinum okkar. Já. Ég ætla að fara til Spey, vera þar 20. til 27. mars. Já, þetta er bara að bresta á. Þetta er að bresta á og förum væntanlega í einhverja aðra á líka, einhver vinur Gumma sem að fara með okkur eitthvað annað. Svo erum við Árni Baldursson rétt hjá í Dí. Já, Lóir Krathers, stutt að skjóta stig. Hver veit nema við kíkjum að hann. Svo höfum við Bjarki og Jakob bróður og Guðbrandur Gæti, við höfum alltaf verið þarna á Íjánsvæðinu, svona 16. 17. 18. apríl. Ég vona að það gangi eftir. Svo er ég Eystranga í júní, nokkri dagar þar. Þetta er bara teppalagt hjá þér. Svo ætla ég nú að tala við, já, svo vonst ég til að vera svolítið í sóginu, bæði Átna og Ingo. Svo er það náttúrulega ég fer í Vastalinn 14. til 17. ágúst með hóp þar. Svo Fossona í haust og það verður ýmislegt þannig að milli. Þetta ljóm bara alveg full dagskrá. Já. En ætlar að hvíla rangarnar þá ytri þá í sumar? Já, ég kaupi mér eittar. Nei. Ég er alveg til að prófa bara eitthvað nýtt. Já. Sjá nýtt vatn. Já, mér finnst rosalega gaman að vera með einhenduna og vera að hitsa og svona. Það er bara... Já, þetta er svona, þú ert búin að vera svo mikið í tvíundunni. Já, en reynda finnst mér finnst gaman að vera tvíunduna, ég hvíli svo. Já. Þetta er bara, ég er alveg útkvíldur, ég er alveg slakur og að því maður er búin að gera þetta svo mikið að maður finnur ekkert fyrir þessu. Já, þetta er minn akkilesarhælli veiði, það er tvíundukost. Já. Við mitt og Glenda Páel sem við spillum við síðustu viku og hún er að koma í júní og maður er með námskeið saman í Soginu og hún ætlar að taka mig í gegn. Já, geggjað. Veitir ekki af. En þetta ég finna algjör að hvíld í tvíundinni sko. Það er náttúrulega þegar maður er komin einhvern veginn í taktir og komið kastið og bara... Og finna þína tvíundi, viltu stífa eða millistífa eða ég með CND tvíunduna, ég veit, þú kannast það er svona norskt-japanst. Já. Hún svona minnir svolítið gamla artiðin, hún beigist alveg niður í svona space-dunk svona svolítið. Já, en samt kröftug. Og ég er með ég er ekki með heila speilinu ég er með með haus. Já. Þannig að
Já, svo er ég nú búin að sækja mig í Volanum líka, niður í þarna Buxtaðarós. Já, Birkir, það er nú eitthvað sem við þurfum að vera að koma okkur í, haustvegi í Volanum og Buxtaðarós. Já. Buxtaðarós sjálfur er náttúrulega bara sumaveiði, það ekki, svona fallaveiði. Já. Já, við þurfum að ganga í stangu fyrir að Selfoss líka. Já, það er ekki eins og nóg, sko. Ég er mjög vel kynntur og það ekki og mjög erfitt að komast í dagana sem eru bæði og vegi lotteri, en svo eru menn alltaf ammælistæðin sinn. Já, Sama tíma, Þetta ég er fer svo- ekki lotteri. þetta er svo stangu í gamla daga bara. Ég veit ekki. Jú, það var alveg þannig, það var alltaf hérna. Ég þekki ekki stangó mikið, Nei. ég er úr sveitinni. En svo, það var einmitt, sko, þá voru menn, sko, líka, þá varstu með félagsnúmer og því lægra númer sem varstu með, sko, því lengur sem varstu búin að vera í félaginu, Já, já. þá eru forgang á, sko, Já, þannig að þú gekkst í félagið, borgaði félagsgjöldinu, fékkst aldrei nýr veðilegi, já. geggjað, allir til í að vera. Já, En þetta er nú breytt í dag, sem Já. betur verið, bara allir jafnir með sína A, B eða C svo. já, já. En er þetta ekki orðið risa veiðifélagi hjá Kristjánu vinn okkar? Jú, Þarna í ég held að Fiskpartners og... Veiðifélagarnir. Birkir þekki það betur en ég. Já, Já, svo ég er náttúrulega bara gæt upp á fjalli, sko. Ég er ekki droslega mikið í einhverju back operation. já, en ég meina, held er að- þetta ekki stór sniðut? Er þetta ekki bara Mér finnst orðið ógislega sniðut. Jú, risa? og þeir tala um þetta gangi vel og ég held að koma alveg mörgundur félagsmenn, sko. Ég veit að góð umsókn bara Já. á veiðisvæðin í gegnum þetta í fyrra, sko. Þetta er bara mjög sniðut hjá strákunum, sko. Já. Mjög flott, sko. Þeir verða ekki sakaður um að vera ekki sniður, Kristján og Sindri, sko. Nei, Það er alveg ljóst, sko. Þeir eru algjörum meistarar, mjög duglegir. Já, algjörlega, og bara svo sem búin að breyta miklu bara í þessari veiðibransa með sínu braski í silungsveiði og öðru, sko. Já, Hvort sem að mönnum líka betur að verð, sko, einhverju fúleri, en já. þeir eru það búin er að bara búa til svona- verðmæti úr einhverju sem var ekki verðmæti áður. Já, nákvæmlega, sko. Það er bara, menn nýta, svona duglegi menn nýta bara tækjavarinn og ég er svo sem útiloka ekkert hvað ég gerir varandi veiði í framtíðinni. Nei, heldur að ég er afturkvætti að, við mitt byrja að lofa sólsælum dögum á bakkanum en ekki bara logni á pallinum. Já, það, sko, ef að ditt inn eitthvað mjög skemmtilegt, en ég er samt aldrei til í að fara aftur í að mjög langt tímabil í ranganum og ég tók þetta mjög alvarlega og var þarna bara alveg. Og mikið starfsfólk, mikið utanumhald, já. ekki selt heilhól, þú Já. veist að hver gestur er kannski reikningur og mismunandi skilur grúppur og svona, bara sko. óbústlegt utanumhald, mikil vinna og sem sumrin fór alveg, maður átti ekki mikið sumur með börnunum og svo leis. Ég er nú 4 barna faðir en 20 uppkomið en á strákar sem eru 10 og 12 ára að verða og það er fótbolti og ferðalög og svona. Þannig að ég vil fylgja því eftir. En ég myndi nú ekki útiloka að vera með einhverjum góðum félögum í einhverju svona minni á eða eitthvað. Þú ert með þver á mér. Alveg. Þú ert ennþá í bransanum. Við erum að Það er ég. sko, fregnir af andlótiðin í stangveiðbransanum er stórlega eittar. Já. Það má segja það. Herri Jóhannes, takk kærlega fyrir spjallið og að koma að gefa þér tíma og spjalla við okkur hérna. Bara, og góða skemmtun í sumar, áhyggjulaus í völlunum. Takk fyrir það. Gaman að koma til ykkar og gaman að hlusta á þættin ykkar. Takk. Takk. Mér langar sérstaklega að þakka þeim sem að keypta á velgjörlamannspakkan hjá okkur á Patreon, en það eru Bjarki Bóasson, Brynjar Ágúst Snædal Agnarsson, Haraldur Orri Björnsson, Hilmar Þór Sigurjónsson, Hrafn H. Hauksson, Jóhann Freyr, Jón Magnús Guðmundsson Bleikja, Jón Þór Júlíusson, Jón Þór Tryggvarsson, Karl Björnsson, Marvin Frastason, Stefán Sölvi Pétursson, Tóbías Sveinbjörnsson, Ármann Kristjánsson, stórbándi á Jarlstöðum í Aðaldal, Ólaður Finnbóðarsson, stjörnufasteignarsali, Óskar Örn Óskarsson. Þakka við kærlega fyrir og öllum sem að hafa keypt sér áskrift á Patreon á gangi hilsins.